Ég heiti Andri og kem mikið fram sem tónlistarmaður, skemmtanamaður, tek gítarinn með mér í partí og syng með því. Og já, vinn svona mikið í dag sem líka söngvari í hljómsveit sem heitir Alles OK. Og ja, í dag ég að reyna að koma meira fram með eigin tónlist og semja. Og það svona, já, sömsir upp svona minni listamanna hlið og svona það mætti kalla það, held ég. Ég byrjaði að spila á gítar þegar ég var, hvað var ég gamall? Ég held ég hef sennilega verið svona 11 ára, eitthvað svoleiðis. Þá fékk ég gítar frá mömmu og pabba í jólagjöf og það var bara svona lítill klassískur svona barnagítar. Og ég, já, byrjaði svo bara að æfa í svona grunnskóla tímum eins og margir æfðu í á sínum tíma. Og bara, já, það er eiginlega að byrja þetta, sko. Já, ég fór ekki í tónlistarskóla. Ég fór í bara þessa klassísku tíma sem voru í grunnskólanum og ég hafði ekkert rosalega mikinn áhuga á því að spila á gítar endilega, sko. Ég var meira bara, að reyna að sleppa á tíma. Maður gat alltaf fengið að fara úr miðjum íslensku eða stærðfræðitíma og það var alltaf, já, ég er að fara í gítartíma. En það var, já, þar svona byrjaði ég svona, hvað segir maður, það ýtti mann af stað í að fara að læra á gítarinn. Og síðan þegar ég var búinn að vera í því í 2 ár, þá byrjaði ég hjá frænda mínum sem er gítarleikari, sem heitir Halldór Gunnar Pálsson. Og hann kenndi mér svona annan vinkil á gítarinn og síðan hætti ég. Spilaði ekki neitt í 7 ár, ekki nokkur skapaðan hlut. Og þegar ég var ekkert í sveitinni við fjölskyldina, þá var eitthvað frændi minn að spila á gítar. Og þá byrjaði ég bara aftur að glamra á gítarinn í sveitinni. Og fór bara á YouTube og lærði eitthvað lag bara á staðnum og svo sýndi öllum, já, ég kann á gítar, alveg rétt. Og síðan þá, bara YouTube lærði, sko, í raun og veru. Alles OK varð svolítið til svona seint 2023, byrjun 2024. Þá hafði ég svolítið þessa hugmynd að mér langaði rosalega mikið að vera í ballhljómsveit, sko. Mér fannst rosalega skemmtilegt þetta konsept að vera með öðru fólki að koma fram. Því ég var byrjaður að koma svolítið fram sem trúbátor, einn í partíum. Og líka bara það að fá að kynnast mér af fólki í bransanum. Því ég var alltaf einhvern veginn. Og ég þekkti ekkert rosalega mikið af fólki í tónlistarbransanum þannig séð, sko. Og ég man, sko, þetta er svona að finna sögu hvernig ég fann strákana, sko. Robbi gítarleikari, ég fann hann í partíi, sko. Ég var að spila í 50 afmæli og þá var hann einn af gestunum þar, búinn að fá sér nokkra bjóra og kemur að mér, heyrðu, af hverju tekurðu D svona skringilega? Þú veist, það tekið G einhvern veginn fyrirlega, sko. Og ég bara sýndi honum það og gaf honum mín rök og ég spyr hann hvort hann sé góður, hvort að spila á gítar og hvort það sé góður á gítar og hann svaraði því játandi, sko. Og ég spyr bara, viltu vera í hljómsveit? Og þá er ég með þessa flugu í hausnum að vilja stofna einhverja hljómsveit, sko. Og hann er ennþá í bandinu í dag, bara
gítarleikari, skilur. Nei, djók. Enga húmor. En já, þannig varð held ég, já, uppsprettan á Alex OK til. Svo bættist á hópinn. Ég sendi skilaboð á Instagram á Restaurantstrákunum. Ágúst píanóleikari var með mér í menntaskóla. Og ég vissi hann kynni á píanó en ég var ekki viss hversu orðað sem góður skilur hann var. En hann samt bara alveg geggjaður, sko. Og ég vil meina að þetta sé eitt best samansetta band á Íslandi í dag, sko. Þó ég sé sjálfur frá. Hvernig var ég trúbador? Það varð eiginlega svona 50-50 tilviljanakennt og líka bara það að ég var að reyna að finna einhverja leið til að byrja á einhverju sem að tengdist tónlisturinn og sko. Ég var búinn að nefna þetta við vini mína að ég var byrjað að íhuga það að byrja að koma kannski fram sem trúbador eða einhvers konar skemmtanamaður og bara líka sem gítarleikari. Mögulega fá að spila undir með öðru tónlistafólki. En svo sendi ég á alveg slatta fólki og það svaraði mér enginn. Þannig að ég var bara, ég hef bara rett þessu sjálfur. Og vinur minn var með fjölskyldumeðlim sem var að fara að halda partí. Hann sagði bara, þú ert að koma og spila í þessu partíi hérna. Og ég bara, shit, ok, má ég blóta það? Og ég bara, oh shit, ok. Og ég tók því, sko, tók gegginu. Það er ekki til á kameru, guðslof. En svo einhvern veginn bara byrjaði boltinn að rúlla það, sko. Ég fór að hendi í einhver TikTok og það spratt svona frekar hratt upp á sig, sko. Og í dag þetta svona eiginlega bara mín helsta atvinna, sko, í raun og veru. Sko, ég held að framundan hjá mér sé einhverjum helst, sko, tónlist sem að ég að byrja að gefa út sjálfur. Svona frumsamið efni. Og ég að gefa út eitt lag núna í febrúar sem heitir Silfuhjarta og á komandi EP-plötu sem ég ætla að reyna að gefa út fyrir sumarið. Ég ætla að gera það. Og já, á EP-plötu sem ég ætla að gefa út fyrir sumarið. Og síðan það líka bara að koma Alex OK á næsta level held ég bara í skemmtanabransa. Og mig langar að reyna að búa til bara þetta geggjaða brand sem Alex OK í dag en bara styrkja það ennþá meira þannig að við náum að skapa þetta traust fyrir fólk sem fær Alex OK á sinn viðburð og þau vita bara kvöldið verður geggjað. Það svona aðalmarkmiðið okkar í Alex OK og líka mitt bara svona almennt í því sem ég að gera, sko. Eins og með trúbadorinn, sko, ég sjálfur fíla ekkert rosalega mikið að kalla mig trúbador. Ég tel mig meira að vera skemmtanamann og þá ég mitt bara, ég ekkert besti gítarleikari í heimi. Ég hef aldrei farið í tónlistarnám þannig séð fyrir utan bara eitthvað svona stakka kennslu og læra að vinna okkur gripum, sko. En ef ég mæti í partí þá ég bara fyrst og fremst stemningsmaður og bara að láta fólk fara í leiki og einmitt þetta element, sko, að vita að þegar ég kem í partí að þá verður gaman, skilurðu. Og það hefur tekist ógeðslega vel hingað til, sko. Og ég held að það sé bara svolítið framhaldið á mér, sko. Að halda áfram að taka það með stærri og verkefni og verða skemmtilegri. Það mikið sens að segja það. Bara já, vera skemmtilegur held ég.